Já, góða kvöldið og velkomin á Rauða borðinu á 50. Í kvöld ætlum við að horfa til útgerðarinnar, stórútgerðarinnar og langdregnu sögu samninga sjómanna við útgerðina sem að enn einu sinni eru svona að renna út í sandinn. Sjómenn hafa verið að knýja á kjarabætur árum og áratugum saman og með lítið gengið. Og hingað komið til þess að ræða þetta Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VFM, velstjóra og málmtæknimanna og svo fyrir sjómaður, ekki? Jú. Já. Og ég býst við að svona þitt markmið sem formaður hann hafi verið að bæta kjör sjómanna. Já, ég má eiginlega segja að þannig hafi ég byrjað í þessu, sko. Já. Ég var sjálfur til sjós í yfir 40 ár. Já. Og lengst af sem vélstjóri. Já. En kjarasamningar okkar hafa oft verið mjög langdregnir og gengið hægt. Já. Við höfum verið... Og lítil uppskerað þrátt fyrir harðar aðgerðir eins og var síðast í verkfallinu þarna áramótin. Þá 2017. 16-17. Þá erum við sko í verkfalli ykkur 8 vikur minni. Við vorum mjög sundraður hópur, skipstjórnarmenn búnir að semja. Hásettar í verkfalli, vélstjórar í verkbanni og allir áttu erfitt með að tala við hvern annan. Og oft hefur þetta farið einhvern veginn á þann hátt og orðið til þess að eins og segir að uppskeran hefur orðið rýr. Og í sumum tilfellum að þá hafa menn gefið eitthvað eftir, verið að fá eitthvað sérstakt og gefið eitthvað eftir á móti og þegar uppi á staðið þá kannski fórum við út í mínus með. Já. Stundum er flókið í hlutaskiptakerfi að finna nákvæmlega út hvað þetta þýðir og hitt þýðir. Þessu sinni núna... Já, nú ætlum við að koma saman yfir í baráttuna. Að þá tókst okkur að koma saman yfir og sátum þarna 5 stéttarfélög við samningaborðið og vorum með sameiginlega kröfur. Tilbúnir að skrifa undir það allir, tilbúnir að skrifa undir jafnvel 5-6 ára samning eða það væri hægt að ganga frá ákveðnum kaupluðum að þeir myndu hækka sama hætti og annar laun í landinu til svona langs tíma. En skiptakjörin eru þá alltaf eins náttúrulega á öllu samningatíminu. Þannig að við töldum að við værum að koma með ákveðin verðmæti fyrir útgerðina. Það er að segja að geta verið sæmilegri sátt við sína menn. En aðalkrafan okkar var að fá 3,5% aukning á lífeyrissjóðinn. Sambærilegt og aðrar stéttir hafa fengið. Já, þessa svokölluðu tilgreindu séreign. Ofan á skiptahlutinn? Já, ofan á skiptahlutinn. Við fáum náttúrulega núna 12% í lífeyrissjóð, 4% okkur, 8% þeim, en við vildum að þeir bættu við þessum 3,5%. Þetta þýðir, þetta er krafa sem þýðir cirka 1,5 milljarður á ári. En við getum ekki séð betur en á síðustu 10-11 árum hafi meðal gróði útgerðarinnar verið 20 milljarðar á ári. Þannig að okkur þykir þetta ekki stór prósenta af heildargróðanum og við teljum að við eigum að fá að njóta sko sem réttindi lífeyrir og aðrir. Ég tala nú ekki fyrir ungu mennina ef á að fara að opna kannski inn á það eins og hefur komið fram hjá einhverjum pólitískum flokkum að það væri hægt að nota þetta til dæmis til fyrstu húsakaupa og svoleiðis. Líka þá væri þetta verulega búbótið það. En þeir voru alveg skýrir með það útgerðarmenn að í þessum samningum sem og öllum síðustu samningum sem ég hef tekið þátt í við á að þá þyrfti þetta snúast það að við færum peningin úr hægri vasanum í vinstri. Þeir myndu borga þetta sjálfur með hverju þá? Með því að koma einhvern veginn á móti á í einhverjum hlutum. Skipta hlutfallið það? Ég hugsa að þeir nú geta alveg gengið að því líka, sko, en þeir komu líka með þær hugmyndir að við myndum taka mun meira þátt í tryggingapakkanum okkar sem dýr. Við erum tryggðir gagnvart skaðabótalögum og fáum menn sem slasast illa þeir fá háabætur og tryggingarnar eru dýrar. En við sögum frekar vilja hjálpa þeim að reyna að minnka slysinn, heldur en að bara borga meira í tryggingum.
Þeir sögðu líka sko að þeir getur hugsað sér ef við tækjum þátt í því að borga auðlindagjöldin, 20% af þeim. Já, eitthvað hluta af auðlindagjöldum. Já. Sjómennirnir borguðu þar eins og þeir væru raunverulega 20% af útgerðinni. Já, það væri lægri hlutur heldur en skiptaprófstun okkur væri, þannig að þeir voru voðalega góðið okkur þar sko. Við sögðum nú einhvern tímann að ef við fengjum 20% af arðinum, þá væri það kannski ræðandi það. En það alveg ljóst að þeir verða að gera þetta öðruvísi en að bæta við fleiri kostnaðarliðum. Við tökum þátt í ýmsum kostnaðarliðum í dag. En hvað var þetta langur tími þess að þeir eru að reyna að ná samkomulagi? Er þetta marga vikur eða mánuðir? Já, þetta er orðnir nokkrir mánuðir sko. Og eru samningar lausir? Hvernig losna samningar? Samningar eru búin að vera lausir í tæp 2 ár. Í 2 ár núna? Já, það verða 2 ár núna. Og hvað er það framundan? Já, framundan er náttúrulega ekkert nema að fara í einhvers konar átök og þrýsting, en hvers konar átök og þrýsting getur þú farið í við útgerð eftir tæplega 2 mánaða verkfall síðast, að þá hafði það engin áhrif á heildarafkomur útgerðar. Sjálfsögðu seinkaði það innkominni á þeim tíma, það kom ekkert inn á með við vorum í verkfalli. Fiskurinn beið í sjónum eftir það. Og fiskurinn beið í sjónum og þeir fara svo til ríkisvaldsins og fá að færa meira á milli ára eða þeir eru ekki að ná kvótanum og svona, þannig að þeir getur svelt ykkur af sér í 2 mánuði, 3 mánuði á þess að raunverulega tapa. Ég hugsa það. Og hvað er það að gera þá? Og það sem er samt sko einu möguleiki hjá okkur, að það er að fara í verkfall þegar einhver af þessum stofnum sem að koma hérna og synda fram hjá landinu. Það var ekki síðast þannig að hvað var það þegar að makrillinn kom eða? Að það var loðna sem stoppaði verkfallið. Já, það var svona lág í loftinu að það yrði sett lög bara í dag og á morgun ef það yrði ekki samið og undir þeim þrýstingi Samtuðu frekar slæma samlinga, það er ekki almennt metið svo. Jú. Sjómenn eru mjög kaldhæðnir þegar við tala um samlinga, þannig að við fengið 1 vettlingapar. Já, og serióspakka. En það hafði ekki gleyma honum. Það var sko þegar þú situr við samningaborðið með þetta yfirvofandi og í þessum tilfelli þá sömdum Hástafélaginu aðeins og undan okkur en það var bara einhver klukktíma munur að þá er spurning hvort að næsta skref er ekki að fara með samningin út til mannana og leyfa þeim að greiða atkvæði það. Í mínu félagi þá var nú ekki mikið talað fyrir þessu samningi en þeim var svo sannarlega sagt að það yrði ekki lengra komist nema án meiri átaka og þetta var niðurstaðan að menn samþykktu þetta. Það fara bara aftur í vinnuna og fá ykkur að tekja svo voru langt þreyttir á því. Já, menn verða það. Þetta þeir hafa svolítið vald. En það sem að okkur svíður kannski líka þegar þú ert á hlutaskiptum og það er alltaf verið að segja við ykkur, þeir eru á hlutaskiptum, það er ekki að hækka þau endalaust, við verðum að fá okkar hluta kökunni og ég get alveg tekið undir það. En ég held að það sýnir sig á þessum stóru tölum sem að hefur verið í útgerðinu og þessum umsvifum útgerðamanna annars staðar heldur en í útgerð hér á landi. Þeir geta vel borgað sínu fólki hærri laun. Allavega leyfti með að fá lífeyrissjóð. Já, lífeyrissjóð og tryggingar og annað slíkt sem við erum að fara fram á. Já, þannig að það er líka spurning og það er svo umræða sem við höfum farið út í núna. Að erum við að fá eðlilegt verð fyrir fiskinn. Þegar við byrtu auglýsingar þar sem að við erum raunverulega að halda því fram að það sé verið að svindla okkur, að það verð fiskverðið þar sem að þið fáið ykkar hluta af sé alls ekki rétt verð. Það fer bara helmingurinn af því sem það ætti að vera. Þegar við búið saman í verð sem að íslensk skip fá þegar þau landa og við norsk skip, það munar, ég man ekki alveg tölurnar en það er næstuði bara helmingur. Já, sko á síðustu loðnuvertíð að þá var svona verð á loðnu til íslenskra sjómanna cirka 110 krónur kílóið á meðan þeir borguðu Norðmönnum fyrir 224 krónur fyrir kílóið. Það er meira en helmingsmunur. Og það sem að menn þurfa líka átt að segja á í því tilfelli að þá veittu Íslendingarnir þetta seinna heldur en Norðmennir og þá var komin hrognafylling í loðna og það ætti að vera mun verðmætari fiskur. Þið eru haldið fram að útgerðar sé að taka af ykkur meira en helminginn af launum með því að svindla eða með því að nýta sér það kerfi að þeir geta verið að selja sjálfur sér og ráðir að sjálfur verðinu.
Þetta sé ekki frjálsverðmyndun. Já, það sko... Ég skilji auglýsingarnar eitthvað þannig, þeir eru bara að halda því fram að það ef að við förum aðeins yfir þetta með loðnudæmið, að þá finnst mér að það vera alveg helmingur sem vantar upp á og það samningur það að loðna að þeir borgi cirka 33% til okkar af afurðaverði fyrir þann fisk sem fyrir vinnslu, 55% fyrir þann fisk sem fyrir bræðslu. Ef þetta væri nú á því bilinu að þá væru þeir að fá einhverja 250 krónur fyrir kílóið en þeir treysta sér til að kaupa Norðmönnum fyrir 224. Sko, það kannski meira virði fyrir þá að halda góðum launum sjómanna í Noregi. Sko, þetta var með loðnuna, svo eins með kolmunan, þar erum við reynda með tölur frá því 2018. Þar var þetta 25 krónur til Íslendinga en 36 krónur til Norðmanna. Og 2/3. Já, þá konið þann hlutan. En það sko sannarlega í því tilfelli var þetta fiskur veiddur bara hlið við hlið á meðanum og siglt nánast til samsíða í höfn og landaði í sömu höfn á Íslandi og þetta verðmunurinn. Þannig, en svo þegar kemur þetta uppsjávarfiskur, svo þegar kemur á botnfisknum þá staðan sem betur fyrir mun betri. En það sem vakti athygli okkar líka var skýrsla sem heitir Eignir Íslendinga á aflandssvæðum sem var unnin fyrir fjármálaráðuneytið og í þeirri skýrslu segir að grunur séum að útflutningsverð afla sé 8,3% lægra frá Íslandi en innflutningsverðið þegar fiskurinn kominn á leiðarenda og þá allur fiskur inn í þessu, líka botnfiskurinn sko. Og þegar að þú, ok... Og hvað að tala þetta kannski svona 250 milljörðum, 8%? Já, sko... Hvað svona heildarverðmætið? Það var ekki komið svona óvandaðir? Já, það mjög nálægt því, sko, því að... Við erum að tala kannski svona 20 miljardar. 20 miljardar sem að vantar. Við fengum það út á 2018, vantaði 19,9 miljardar. Og ef að vantar á hverju ári 20 miljardar inn í íslenskt hagkerfi að því að það ekki rétt fiskverð. Vissulega myndu mínir menn og sjómenn hækka í launum. Já, svona 6 miljardar og svo hitt það sem vantar inn í skattkerfið, inn í hafnargjöldin. Já, nákvæmlega. Sko, sjómenn tapa einhverju launum, sveitarfélögin tapa útsvari og hafnirnar tapa hafnargjöldum og ríkið tapa náttúrulega tekjuskatti af útgerðunum sem hærri og svo myndi auðlindagjaldið hækka. Það tapa allir, þetta heildar eign okkar Íslendinga og ef þetta rétt að þá spyr ég, akkur þetta ekki kannað til að bara... Ég ætlaði að spyrja því að þið hefur byggt svona auglýsingar, heilsuauglýsingar, það sem við drægum þetta fram og þið eru raunverulega að benda á svona rökstuddan grunn stórkostleg fjársvik. Hver viðbrögðin við þessu? Hringir sjávarútvegsráðherrann í þig þegar Moggi kemur út með þessar auglýsingu og spyr hvernig það líður? Já. Og þegar verðið kolmunan kom út þá hringdi hann í mig og spurði hvernig það líði? Hvernig ég hefði það í maganum. En hann gerir það við margar sem að fá á sig svona eitthvað. Nei, hann var að grensla fyrir það hvaðan við fengjum þessar tölur. Við erum að passa okkur á því að vera ekki með tölur svona bryggjusögur. Menn að fara með einhverja staðreyndir ef það alltaf að byrta svona. Þið voru með staðreyndir, ekki? Og ég bent honum á það að við fengum þessar tölur í því tilfelli hjá Verðlagsstofu sem tilheyrir hans ráðuneyti og hann hefur örugglega getað tékkað á því hvort þetta var satt að logið, sko. En aftur á móti... Og hvað var svo gert í framhaldinu? Þegar þú segir að þetta séu opinbera tölur raunverulega? Hvað er þá gert? Ekkert. Og þegar við birtum auglýsinguna milljarðana sem vantar upp á, að ég hef verið skammaður af lögmönnum fyrir það að ég sé að fara með rópur og dylgjur og ásaka menn sakaefni. En það eina sem ég að gera að það að koma fram með upplýsingar sem eru unnar af Seðlabankanum, Hagstofunni, skattstjóra, skattrannsóknarstjóra fyrir fjármálaráðuneytið. En það vildi enginn tala þetta þá, en mér barst þessi skýrsla í hendur og hef svona verið að spyrja, af hverju þetta ekki kannað? Því að
þetta skiptir miklu meira máli heldur bara fyrir sjómenn. Þetta þýðir líklega svona 8 milljarðar beint í ríkiskassan á hverju einasta ári. Það lágmarki, sko. Já, svo eyða menn eitthvað af tekjunum sínum og kemur virðisauki og svo framvegis. En þetta eru svona skráðar tölur, þannig að það er líka til að þú segir svona bryggjusögur, það eru til sögur það sem að svindla á vigtinni og sambandi við ísprósentuna og alls konar svona hlutir sem getur verið þessu til viðbótar. Já, ég held að það hafi og vona að það hafi nú farið batnandi, sko, og menn séu farnir að ná utan það að gera þetta nokkurn veginn eins alls þar með, en einhver dæmi svoleiðis en þá. En svo líka, sko, hvernig menn fara með afla á milli fyrirtækja. Það er að segja að skip sem segjum bara fiskvinnsla A á skip og hann kemur í höfn og þeir taka 2/3 aflanum en 1/3 fer til fiskvinnslu B og sjómennirnir fá bara greitt verðlagsráðsverð. Já, þó að það má ætla það að verðið til fiskvinnslu B hafi verið mun hærra. Já, allavega svo getur að verið að þeir séu með einhvern samning einhvern tíðan seinna að þá mun það má ætla það er oftast þannig í viðskiptum. Að þá mun fiskvinnsla B skila þessu bara í sama formi, það getur vel verið, en í öllu tilfelli að þá það sem þú nýtir ekki því að verðlagsráðsverð er verð sem að er ætlað mönnum sem eru að kaupa fisk að skyldum aðilum sem menn eru að kaupa sjálfum sér. En þegar þú fann að selja einhverjum öðrum sem er ótengdu þér, að þá skal það náttúrulega bara fara í gegnum markað og fleiri geta þá boðið í það. Og þetta er þá gert til þess að halda fiskverði niðri, til þess að halda laununum niðri, til þess að halda auðlindagjaldinu niðri. Og það er sko, þetta er bara gert fyrir framan nefið á öllum mönnunum sem eru að landa fisknum og köllunum á bryggjunni og þeir sjá þetta bara koma bílar frá syngur og fyrirtækinu og fara í syngur áttina. Þannig að ég held að það sé orðið mörg göt í þessu sem að þurfa að laga ef við ætlum að hafa eðlilega verðmyndun á fiski. Ég held að sé þannig á Tryggingastofnun að þú verði inn á heimasíðu þá er svona hvati til þess að þú grunar að einhver sé að svindla á örorkubótum að láta Tryggingastofnun vita. Og það eru kannski, getur í mestalagi verið 250 krónur á mánuði sem eitthvað verið að svindla. Og þá er svona hið opinbera að óska eftir því að þessi látið að vita hvort þessi svindla kerfinu. Þú birtir auglýsingu eftir auglýsingu í fjölmiðlunum og eftir að láta vita að þarna er raunverulegur grunur stórfelld svona fjársvik, en viðbröðin er engin. Viðbröðin er engin. Vilji pólitíkusar alþingismenn, þeir hafa, allavega þeir sem hafa verið í stjórn undanfarin ár, þeir hafa bara enga vilja til að skoða þetta orðið. Já, það vitum við allir, sko. Þetta er ekki bara að vinna samfélagið. Af hverju heldur að Kristján Þór ringi Þorstein Má. Þetta er þröngt samfélag sem við lifum í, það þekkjast allir. Peningarnir náttúrulega skapa þeir ákveðin völd og þeir... Og þeir pólitíska vald halla sér upp á því valdi, peningavaldinu. Pólitíska vald. Þú átt ekki sérstaklega framtíð í stjórnmálunum og hallir upp á peningavaldinu. Já, þú ferð ekki langt, þú veist það sjálfur að það er erfið barátta ef þú hefur ekki einhvern sem að hjálpa þér að borga auglýsingar og annað eins. Þannig að ég... Þetta er svona, þú ert að lýsa alveg handólítið samfélagi. Við getum ekki haft þetta svona. Það er alveg útilokað. Þeir sem hafa styrkinn til þess geti bara svindlað á öllum hinum. Það er alveg útilokað að við getum haft það þannig. En þú í þinni baráttu, verður þú var við það að þú sért að eiga við ofurefli og er eitthvað sem að segja þér að þetta þeim mun ekki farnast vel og alltaf áfram þessari baráttu, Guðmundur minn? Það er ekki komið að þeim tímapunkti, sko, en svo þegar menn er komið á minn aldur þá, mann er kannski alveg sama hvað er sagt mann, sko, en það er allavega, sko, við höfum núna í þessum kosningabaráttu, þá hefur hún horfið svolítið gagnvart ýmsum öðrum málum, menn vilja vita hvernig COVID gengur, menn vilja vita er gosið í lagi eða ekki. Riðuveiki í Skagafirði var stór frétt. Og svo kom svaka spennandi mál með KSÍ. Það mál
snýst kannski eitthvað kúltúr kannski ekki bara í þessu landi en þöggun yfir einhverju sem ekki á að líðast. En ég held að þessi þöggun yfir einhverju sem ekki á að líðast á miklu fleiri stöðum í íslensku þjóðfélagi heldur en nokkurn tímann bara þarna. Og í þessu tilfelli ég alveg sannfærður að út á landi, ef þú býrð út á landi þar sem eitt stórt sjávarútvegsfyrirtæki, að þá ruggar þú bátnum ekkert rosalega mikið án þess að það hafi einhver áhrif á þig, sko. Því miður. Ég þekki það, ég skrifa svolítið kvótann og útgerðin og svona og það oft svona kannski á föstudags- og laugardagskvöldum svona upp úr 10-11 þá hringi sjómennir í mig. Og það náttúrulega eitthvað sorglegt við það. Að ástandi sé þannig að menn þurfa að hafa búin að drekka 1 eða 2 bjóra til þess að þora að fara að ræða það sem að þeir eru neyddir til að gera og hvernig staðan er. Þetta svona bendir til þess að þetta ástand sé svolítið óþolandi. Því að þú mátt ekki segja neitt. Því að þú segir eitthvað opinberlega og ef þú andmælir útgerðarmanninum þá getur þú misst plássið og kannski færðu bara ekki pláss neins staðar á landinu. Já, það allavega þeir sem eru háðir einhverjum 8-fjötrum, það að segja þú búin að byggja upp þitt líf með þinni fjölskyldu einhvers staðar á þitt hús og ert komin vel fyrir vind. Svo ef þú fer að rugga bátnum of mikið þá það kannski ekki vært í þorpinu lengur og þá spurning hvert svo átt að fara á hvað þú farið fyrir þína vöru, sko. Og bara fyrir þína eigin. Já, ef þú selur húsið þá kemur þú út á landið og kaupir ekki hús í Reykjavík fyrir það. Það hefur slitnað upp úr viðræðum, þannig að þá það spurningin, hvað er framundan? Hefurðu trú á því að þeir muni ná árangri, að þeir geti byggt upp samstöðu, er hópurinn ennþá saman, þeir félögin sem að fóru í baráttuna í upphafi, eða hefur klofnað því? Það því miður hefur skilið á milli aftur og það var alveg ljóst þegar við settumst upp borðið og þeim var alveg ljóst hjá SFS að ef að slitnaði upp úr þessu þá mistu þeir þetta í 2 hópa og eins og 20 milljarðar og það hefur verið að tala að þeir innan við 10% af hagnaðum þeirra sem að þeir þurfa að láta renna til útgerðarinnar, til sjómanna og það kom önnur skýrsla hérna út fjárfestingar útgerðarinnar í óskyldum greinum og menn sko fóru í það skjóla þeir mætti ekki gefa upp hverju væri og hvar út af því að það væri persónuvernd og mikið leyndarmál hvað þeir væri að eignast. Sko þegar að það kemur að þá þetta cirka 500 milljarðar sem þeir eru búin að vera fjárfestu í íslenskum atvinnuvegi og fyrir utan þess að búin að fjárfesta ennendis. Já, og svo vitum við það að í sumum tilfellum þá eiga þeir skipin, frystihúsin, sölufyrirtæki hérna heima sem selur að jafnvel í annað sölufyrirtæki sem þeir eiga. Nei, hérna heima. Svo fer það í sölufyrirtæki sem þeir eiga erlendis og við vitum að þeir eru komnir það langt að þeir eiga jafnvel í smásölunni erlendis. Og þeir voru að vekja athygli á þessu í dag hvernig þeir eiga alla virðiskeppni. Já, og einhver tilfellum að þá selja menn sjálfur sér út til Þýskaland sem þeir eiga og svo frá Þýskalandi niður í Evrópu þar sem þeir eiga líka. Og þegar þetta komið þarna erlendis, erum við þá vissir það að við séum að fá skilaverð fyrir fiskinn eða erum við bara að fá eitthvað tilbúið skilaverð sem einhver að búa til. Og það allavega mikil freistnivandi alls þar á leiðinni ef þú getur stjórnaði hvar þú getur tekið virðisaukann út. Við segjum að það sé nauðsynlegt að hafa virðiskeðjuna alla á sömu hendi til þess að hámarka arðsemina. Þeir segja það. Já. Þú ert ekki saman því. Sko ég held að þú getur alltaf að hámarka arðsemina ef þú getur stjórnað þessu alla leið. En það spurning sko fyrir hvert þá. Og sko Bandaríkjamenn hafa margoft slitið svona virðiskeðjur af því að þeim hefur fundist þetta ekki eðlilegt dæmi sem menn komast í. Þannig að meira sé bara hluti af sko orkustefnu Evrópusambandsins sem að Íslendingar hafa tekið upp, þar sem að það hafa verið að kljúfa á milli Landsvirkjunar og Landsnets og það hafa verið að kljúfa orkuveituna upp af því að það má ekki sami aðilarnir eiga dreifikerfið og virkjanirnar. Þannig við þekkjum þetta hérna heima að það bara verið að brjóta fyrirtæki þar sem þetta má ekki
vegna þess að það er svo mikil hætta á því að þetta brjótir öfulega niður samkynnismöguleika. Og þú getur Stjórnaði hvar þú eiginlega felur, getur sagt, hvar þú felur hagnaðinn. Já, hvar þú tekur hann út, hvort þú vilt taka hann út á Íslandi eða í einhverju öðru löndum þar sem þú borgar miklu minni skatt og þessi þáttaröð hjá Kveik þess Namibíumáli, ég ætla ekki að dæma neitt þetta Namibíumál, það er í einhverju ferli og kemur eitthvað út af því, en það sem að sló mig líka þar að það eru þessi mörgu eignarfélög sem þeir eiga í svona aflandsfélögum. Og það er öll myndin þarna sem að bendir til þess að það er mjög auðvelt fyrir útgerðin að fela hagnaðinn, taka hann út það sem hentar, borga ykkur lágmarksverð til þess að þurfa að borga sem lægstu launin, en taka síðan hagnaðinn út erlendis. Já, þetta bendir margt til þess. Þannig að á hverju gera stjórnvöld ekki eitthvað í því til þess að kanna þetta. Þó þau myndi eyða milljarði í þetta og það myndi þvoða á allum ásökunum að það væri bara mjög gott fyrir Íslands þjóðfélag. En möguleikin væri ef þetta væri rannsakað, kannski nokkur allra stærstu fyrirtækin, að það væri hægt að ná og endurheimta mikið fé sem að hefur tekið af sjómönnum, mikið fé sem hefur tekið af sveitarfélögunum, mikið fé sem hefur tekið af opinberum sjóðum. Mikið fé sem hefur tekið af okkur öllum. Það er bara þannig. Þetta eru lokaorðin við Rauðaborðið í kvöld. Ég þakka Guðmundi Helga kærlega fyrir komuna. Við munum sitja hérna áfram við Rauðaborðið og halda áfram að reyna að skilja íslenskt samfélag í aðdraganda kosninga. Takk fyrir í kvöld. Takk fyrir mig.